Komiði sæl, við sjáum hérna á yfirlitskortinu þessa víðáttumiklu lægð sem suðaustur af landinu. Hún hefur áhrif á landið og veðrið á landinu hjá okkur, sérstaklega á norðanverðu landinu, en líka og kannski mestmegnis í Norður-Evrópu og Bretlandseyjum. Lægðin fer hér til austurs eftir því sem að líða tekur á morgundaginn og við fáum smá pásu, má segja, síðdegis á morgunu og þriðjudaginn, en á miðvikudag þá svona dýpkar næsta lægð suður í hafi og berst all hratt til okkar og fer að hafa áhrif sérstaklega á sunnanvert landið á miðvikudagskvöld. En á vindakortinu þá sjáum við að það er all hvasst eða hvasst víða við norðurströndina og norðvestan til og sérstaklega þá á Vestfjörðum í nótt og fyrramálið og þessu fylgir hríð og það er gular hríðarviðvaranir í gildi fram eftir degi á morgun en síðan sjáum við að það dregur nú smám saman úr vindi og grænu litirnir hérna á þessu korti því það vind undir 8 metrum á sekúndu þannig að þetta verður orðið þokkalegt víðast hvar á landinu á þriðjudag. En í fyrramálið þá er nú hvöss norðvestanátt víðast hvar á suðvestanverðu landinu. Það er ekki skjól fyrir suðvestanátt til dæmis í höfuðborginni þannig að það verður víða mótvindur fyrir þá sem ætla að fara gangandi eða hjólandi í fyrramálið. Það má líka búast við því að það verði bjartviðri inn til landsins en kannski skýjað og svona stöku éljabakkar eða éljaklakkar öllu heldur við Snæfellsnes en það er hiti rétt eða undir frostmarki en það svona manni finnst nú vera kaldara þegar það er beljandi norðvestanátt á móti. En á norðvesturlandi þá er áttin heldur austlægari, það er norðaustan svona 15 til 20 metrar á sekúndu, jafnvel hvassara úti á miðunum. Það er áframhaldandi hríð á Vestfjörðum sérstaklega og til fjalla á norðvesturlandi og síðan smám saman dregur bæði úr vindi og ofankomu þegar líða tekur daginn. Hitinn hann er svona rétt frostmark eins og sjá má en undir frostmarki inn til landsins norðvestanlands. Það er heldur hægari vindur á norðaustanverðu landinu, hún er ennþá norðaustlæg áttin en það má líka sjá að það er heldur minni ofankoma norðaustan til í fyrramálið heldur en fyrir vestan Eyjafjörð en það hins vegar breytist aðeins þegar líða tekur á daginn og verður úrkomi meira rétt að meðan skilin ganga austur af landinu. Það er ekkert ægilega hvasst á suðausturlandi í norðanáttinni í fyrramálið en hún fer síðan smám saman í norðvestanátt og þá hvessir austan öræfa. Hitinn er þetta rétt eða yfir frostmarki austan til sérstaklega en frost líklega vestan öræfa en það er svona kannski örfáir úrkomublettir eins og við sjáum þarna en þó ekki mjög víðfemt. En síðdegis á morgun þá dregur smám saman úr vindi á Vestfjörðum og við Húnaflóa. Það bætir heldur í ofankomuna norðaustan til en síðan að halda skilin áfram að ganga austur af landinu og það dregur áfram bæður vind og úrkomu annað kvöld en það er áfram bjartviðri á sunnan og vestanverðu landinu og vindáttin hefur þá breyst í norðaustanátt víðast hvar. Á þriðjudaginn er hæglætisveður víðast hvar á landinu, það má búast við lítilsháttar ofankomu kannski norðvestan til við ströndina og svona verði skýjað við norðurströndina en annars staðar er nú yfirleitt bjartviðri og eins og þið sjáu að það hverfist hitinn frostmark víðast hvar. Á miðvikudagi þá dýpkar lægð hér suður af landi og fer smám saman í framrás að landinu. Það verður þá vaxandi suðaustanátt við suðurströndina á miðvikudagskvöld en svona framan af degi er áttin þó hún sé suðaustlæg frekar hæg og líklega bjartviðri allavega á norðanverðu landinu þó að þykni upp sunnan til. En lægðin ætlar síðan að fara til norðurs áfram yfir landið og líklega verður lægðamiðjan yfir Austfjörðum miðbik dags á fimmtudag. Það verður líklega rigning í þessu fyrst til að byrja með en svo þegar kuldaskilin koma yfir og lægðin fer yfir landa þá kólnar og fer að snjóa aftur á norðan og norðvestanverðu landinu. Það verða örugglega gefnar út einhverjar viðvaranir fyrir þetta veður þannig að það er betra að fylgjast með allir fólk að vera á ferðinni. En við sjáum hér hversu víðáttumikil þessi lægð sem er skammt suðaustur af landinu. Hún hafði áhrif á veðrið á Bretlandseyjum og víða í Norður-Evrópu og það voru mikil flóð veit ég í Wales í dag og eftir því sem við förum austar sjáum við hæðina sem að ýtir á móti og hefur í raun og veru þau áhrif að það verður þetta hvasst með þessum skilum. Það er líka hæð suður í Suður-Evrópu og ekki að sjá að fólk á þeim slóðum finni mikið fyrir þessum atgangi sem hefur verið hérna hjá okkur. Það er svona nokkuð hefðbundi veður fyrir febrúar í Bandaríkjunum, hlýtt sunnan til og ekki mikið að vera og snjókoma í norðurhlutanum og sama má segja Kanada. En það syns norðanátt í kortunum hjá okkur á morgun en hægjast á þriðjudag. Verið sæl.